Vatnsaflsorkuver er orkuver þegar við byggjum stíflu í á til þess að safna upp vatninu. Ef við erum með á hérna, segjum þetta sé þversnið af á, þá byggjum við stíflu eitthvað staðar ofarlega á góðum stað þar sem er hægt að safna upp miklu vatni. Gröfum síðan göng niður í stöðvarhúsið sem er þá eins neðarlega og hægt er á þess að við rollt og langt í burtu. Og fallið á vatninu snýr hjólum, hverlum sem eru tengdir við rafala sem búa til rafmagn og svo liggja rafmagnslínur í burtu frá þessu þangað sem á að nota rafmagnið. Það er tvennt sem hefur áhrif á hversu mikið rafmagn er hægt að búa til. Það er vatnsmagnið og fallhæðin. Við getum búið til virkjun þar sem er ekki mikil fallhæð, en þá þurfum við mikið vatn. Og ef við höfum ekki mikið vatn, þá verður það að hafa mikla fallhæð. En best er náttúrulega að hafa mikið af hvoru tveggja. Lónin gegna því hlutverki að safna vatni. Ef það er mismikið vatn í ánni eftir árstímum eins og jökullón, hafi mikið í þeim á sumrin en mjög lítið í þeim á veturna. Þá er safnað auka vatni á sumrin til þess að nota yfir veturinn. Því að virkjunin til þess að framleiða alltaf jafn mikið rafmagn þarf að fá jafn mikið vatn alltaf, burt sér frá því hvað er mikið vatn í ánni. Á Íslandi er meiri hlutin af rafmagninu framleiddur í svona vatnsaflsorkuverum og stærsta virkjunin, Kárahnjúkavirkjun, er svona virkjun. Fallhæðin þar er virkjunin inn í fjalli og fallgöngin, þau eru 2 niður af virkjuninni, eru 400 metra há. Liggja hlið við hlið, það steypist vatnið inn í fjallinu 400 metra og snýr þar hverlunum sem að búa til, sem að snúa turbínunum eða rafalunum sem að búa til rafmagnið.